Já, komið sæl. Norðanáttan hefur nú verið að ganga niður í dag og er nú síðan dags orðið svona tiltölulega stillt veður á landinu og við sjáum að hádegi í dag þá var nú svona þessi meginlagi langt hér norðaustur af landi og það sem breytist í rauninni í kvöld og til morguns er það að það verður lægðarbólastödd hér vestur og síðan með norður af landi og áttin verður því vestlægari hjá okkur á morgun og eitthvað fram á mánudaginn og svona tiltölulega kalt lofti hjá okkur eins og við sjáum hér langt í það að ná sér í einhver hlýindi og við erum ekki að sjá að það breytist mikið hvað það varðar út næstu viku eða svo. En lítum á suðvesturhornið og það verður nú þannig að vestanáttin kemur hér inn í kvöld og fyrstu éljabakkanir getur verið að koma inn þá seint í kvöld og viðbúið að það gangi á með éljum meira og minna allan morgundaginn á suðvesturhorninu. Tiltölulega stífur vindur sem að fylgir þessu og ef eitthvað er að þá bætir ný tíðni élja og ákefð seinnipartinn á morgun og geta verið svona verulega dimm él að ræða. Dagshitinn hann fer nú væntanlega svona víðast hvar á láglendi yfir núllið í kannski 1, 2, 3 gráður en að öðru leyti erum við að tala um að hiti verði eða undir frostmarki. Og staðan verður svona tiltölulega lík hvað þetta varðar á norðvesturhorninu þá sérstaklega við Breiðafjörð og Vestfjörðum þar má búast við éljagangi og stífum vindi en svona heldur minni líkur að élin tegi sig þó yfir á Norðurland vestra geta þó dottið inn þar eitt él. Hitafarið svona nokkuð svipað, við sjáum að þetta er nú svona mikið til að raða sér í kringum núllið yfir hádaginn. Á norðausturhorni landsins verður öllu bjartara yfir þó það geti nú komið inn él inn á norðurströndina en reiknum á með því að það verður nú svona mestuleyti frost í þessum landsfjórðungi og það er svona til þess að gera stífu vindur sérstaklega sem hann stendur á fjöllum á morgun og það sama er unni þá við suðausturhorn landsins þar sem við sjáum vind koma niður af Vatnajökli og hann getur verið og yfir 20 metra á sekúndu. En bjart yfir í þessum landsfjórðungi að öðru leyti og líkt og í öðrum landshlutum að þá verður hitinn svona að raða sér í kringum frostmarkið yfir hádaginn og öðru leyti verður nú frost í þessu. En það dregur nú svona úr þessari suðvestanátt til mánudags þó vissulega muni áfram gæta élja sunnan og vestan til á landinu úrkomu lítið eða laust landið norðanvert en á þriðjudaginn sjáum við síðan að vindur byrjar svona að halla sér heldur meira í norðanátt. Það mun gerast fyrst á norðvesturhorninu, Vestfjörðum og viðbúið að þegar líður á þriðjudaginn þá getur nú fara að snjóa duglega í hvassri norðaustanátt á Vestfjarðakjálkanum og seinna mun að teygja sig austur að Tröllaskaga. En hægari vindur svona vel fram eftir degi hér sunnan til á landinu þó vissulega verður svona mestuleyti skýjað og við sjáum síðan á miðvikudaginn að þá er nú svona tiltölulega svipað minnstur uppi norðaustlæg átt ríkjandi á landinu, svona hvassast norðvestan til og snjóar víða á norðan og austanlands en geta svona komið eitthvað sólarglænur í þetta hér suðvestan til á landinu og svona hvað var það framaldi frá miðvikudegi eru spár svona með nokkuð keimlíka stöðu allan að fram að næstu helgi. En lítum þá örsnögt yfir til Evrópu og það er vindasamt og sumstaðar úrkomusamt í mið- og norður-Evrópu sem við sjáum hér. Fjölmargar viðvaranir í gildi, sérstaklega eru þar vegna hvassviðris en þegar sunnan dregur niður við Miðjarðarhaf og þá sjáum við það er öllu bjartara yfir og hitatölun svona fann að slaga upp undir 20 stig. Að lokum fendum við síðan örsnögt þá yfir í Norður-Ameríku og það við sjáum að það er bjart yfir Austurríki Bandaríkjanna og jafnvel langt norður að vötnunum miklu lægðum í miðríkjunum og klettafjöllunum sem getur gefið af sér talsverða úrkomu og svo mun rigna duglega í Seattle á morgun. En segjum þetta gott að vera í dag. Verið sæl.